Þessari spáð titlinum núna heldur svolítið öðruvísi svona pressa á okkur núna heldur en fyrir ári síðan? Já, og samt, þú veist, ég líti ekki á þetta ekki þannig sem pressu, allavega ekki á stelpurnar, þú veist, þær eru náttúrulega bara ungar, öflugar stelpur, þær þetta bara svona eiginlega meiri kannski bara búin að vinna sér í virðingu fyrst mér og stóðu sig frábærlega í fyrra og eru árin eldri núna og auðvitað þá búast margir við bara halda áfram á sömu braut og það náttúrulega sem við stefnum að og en ég náttúrulega sem þjálfari, þú veist, ég get tekið press á mig, þú veist, við náðum hörku árangri í fyrra og ég er með sama hóp og góð með reyndar nýjan Bandaríkjamann, góðan leikmann fyrir góðan leikmann, getum við bara sagt. Og þetta verður bara hörkukeppni í vetur. Það eru þarna mörg hörkulið sem að fara núna í þetta mót og ætla sér að vinna og við erum eitt af þeim liðum sem að stefna því líka, þannig að þetta verður bara hörkukeppni og eina sem mínar stelpur þurfa að gera er bara að halda áfram að leggja sig fram, halda áfram að hlusta og gefa allt í þetta. Það er eina sem þær þurfa ekki að pæla í neinu öðru. Í fyrra, ef þú ert alltaf með ungan hóp og góða leikmönnum, í fyrra voru menn kannski svolítið að bíða eftir að þegar pressan kemur á þær, þá myndi það kannski einhvern veginn brotna, það gerist aldrei. Eru menn eitthvað hræddir við það eða er það eitthvað sem þú þarft sérstaklega að pæla í núna? Nei, það er nákvæmlega ekkert sem að stelpurnar mínar þurfa að hræðast. Það er, eins og ég var að segja áðan, það er með að mæta bara að leggja sig fram og gera sitt allra besta, þá er það bara algjörlega sem að ég bið frá þeim og meira það þurfa þær ekki að gera. Þær þurfa ekki að hugsa út fyrir það og þær eru búnar að gera það hingað til og þær gera það bara áfram. Það er bara klárt mál en þó við erum okkur í spáð efsta sæti, það hefur ekkert að segja með hvernig veturinn verður. Þetta er spá og fyrra var okkur spáð 7. sæti, við endum sem Íslands og bikarmeistarar að vinna næstu í deildina og það var bara því við lögðum hellingsvinnu, stóðum saman, gerðum hlutina virkilega vel og miklu krafti og ef við gerum það aftur í vetur þá verðum við líklega til að afreka helling í vetur og þannig að við höfum bara veturinn til að gangi í verkið og gera allt sem við getum til að við vinnum aftur til það.